Þá allir mættir til Zagreb, hvernig svona líðanin að vera komin hingað? Hún bara góð, gott að vera komin og gott að það sé, hvað maður að segja, bara þessi farsar séu yfir staðnir og við erum bara konur á staðinn og það alltaf svona, það fylgir því bara smá eftirvænting en við þurfum samt að nýta tíma vel hérna, æfðum mjög vel í gær, var mjög ánægð með æfingunni í gær og vil sjá 2 góðar æfingar í viðbót áður en kemur að leiknum á móti Grænhöfðaeyjum, en þá svona eitt og annað sem við þurfum að fínpússa en bara gaman að vera svona núna á þeim stað að við séum að reyna að fínpússa eitthvað. Og þú náttúrulega búin að fara vel yfir þessa leiki í Svíþjóð, svona hvað, ég hef búin að tala við þig svona rétt eftir þá en nú ertu búin að skoða á væntanlega betur, hvernig svona koma þeir fyrir sjónum þegar þú fer að skoða á aftur? Þeir eru svona svo sem alveg ágætlega en þú ert alltaf einhvers staðar úrslitamiðaður þótt þú sért náttúrulega líka að skoða aðra hluti og við unnum hvorn á leikinn og það bara truflaði mig alltaf, tala ekki ef þú hefur tækifæri til þess að vinna leiki en í báðum þessu leikjum sé ég fullt af jákvæðum hlutum, engin spurning og margt sem við getum tekið með okkur og notað en kannski var að hluta til svona aðeins og kaflaskipt og svona stutt í það sem kannski miður gott og við þurfum bara að laga það og fjölga þessum góðu köflum og hafa það bara betri og af því þeir eru þarna ef við náum svona gera það bara nokkuð steady í helst 60 mínútur þá líður mér vel. Og það svona þarf að vera á fullu gasi frá fyrsta leik? Já, bara 110% sko, þannig að það bara ekkert annað í boði og það bara algjör krafa og lágmarkskrafa frá mér að það verði staðan. Ég skil alveg umræðinu einhverja skyldusýra og fyrir mér bara lítur þetta ekki þannig út. Við þurfum bara frammistu og ég vil fá bara lið sem bara gríðarlega einbeitt í fyrsta leik á HM og að við stjórnum þessum leikjum en það gerist ekki sjálfur sér, það bara gerir með einbeitingu, krafti og vilja og að menn bara gýri sig í það og ég hef ekkert áhyggjur af því að það verði ekki staðan en menn þurfa að hafa fyrir því að gera sig klára. Já, þetta kemur ekkert að sjálfum sér? Bara alls ekki og það hefur bara aldrei virkað og tala fyrir okkur Íslendingar sko að gera eitthvað ekki á fullu gasi, það hendar okkur mjög illa. Og svona, það alltaf pressa og mikill áhugi sem að fylgir þessum mótum sem að eflaust smita sig svona aðeins inn í hópinn? Já og en ég held að vilji bara allir hafa það þannig. Þetta íslenska landslið í handbolta og það á að vera pressa á því og það eiga að vera kröfur og svo þurfa menn bara að díla við það. Mér líður bara vel með pressuna og þessi gerir okkur kröfur á okkur og en gleymum þau ekki að leikmennir sjálfur og við gerum líka mikla kröfur á okkur sjálfa og öðru leyti ég ekkert að velta því of mikið fyrir mér sko. Ég reynir bara að taka einn dag í einu á svona stórmótum og svo sjáum við bara svona hvert það leiðir okkur sko. Aðeins að lokum Arnar Freyr datt út þarna á móti Svíum og þannig að þessir 18 sem eru núna og Sveinn kom inn í staðinn, þessi 18 sem eru núna, það er bara fínt ástand á þeim eins og getur orðið á þessum tíma þegar menn er búin að vera spilandi miklu álega. Já, allir nema Arnar komist heilir út úr þessum svíaleikjum og æðu allir ekki að nema Aron náttúrulega, hann er ennþá ekki 100% með okkur þó svona það eykst alltaf það sem hann er að gera og það leikur fyrir, hann er ekki með í fyrstu leikjunum en öðru leyti er ég bara sáttur en það segir sig sjálft að þegar menn hellast úr lestinni þá það er ekki óskastaða og þú ert búin að eyða tíma í eitthvað sem kannski þá nánast farir bara út gluggann en það er bara eins og það er, þetta kemur fyrir eflaust mörg lið á svona móti og vonandi verður bara ekki mikið þetta.